Tvennt sem Högni Hinriks mat ofar öllu í lífinu, matur og svefn. Dag nokkurn Högni hafði lokið við heila afmælismáltíð, jarðarberjafiskpúðing, sultusalat og hnetuís, var ekki laust við hann hefði magaverk. Svo hann velti því fyrir sér hvort hann hefði kannski borðað of mikið og hvað það væri stórkostlegt að hafa stóran maga sem rúmaði meira. En hann hafði varla hugsað þá hugsun til enda þegar hann sveif inn í draumalandið. Í fyrstu sá hann ógreinilegar kynjaverur. Þegar þær tóku á sig skýrari mynd, sá hann að þetta voru dýr. En Högni Hinriks hafði aldrei séð áður svona dýr. Þó var ekki laust við að hann kannast við þau. Svo bar hann allt í einu kennsli á þau. Þarna gat að líta ís, epli, pilsur og raunar allt það sem Högni Hinriks fannst best að borða. Þau röðu sér upp og gengu af stað fylltu liði. Högni Hinriks hugsaði: þetta er skemmtilegt, að best ég smegi mér inn í röðun á milli bananana. Hann gekk fram hjá brjóssykurstrjám og sykurkvoðublómum, mjólkurtjörnum og svaladrykkjar gósbrunnum með rjómabollum á sundi. Þetta er einmitt rétti staðurinn fyrir mig, hugsaði Högni Hinriks. En þá nam skrúðgangan staðar og Högni Hinriks rakst á banana. Hann settist upp, néri höfuðið og leit í kringum sig. Mikið var þetta skrítið. Hann var umkringdur mat, hnífum og göflum, diskum, pönnum og pottum, öllu því sem þar til máltíðar. Í fyrstu var Högni Hinriks alveg ruglaður. Svo kom stór fiskstautur til hans og sagði: Ég er fiskstautur konungur frá Mallalandi. Velkomin til veislunar okkar. Veisla? Sagði Högni Hinriks. Veist er að besta sem ég veit, hvenær borðum við? Strax og þú ert tilbúin, sagði fiskstautur konungur og allur maturinn fór að skelli hlæja. Eggjamjólkin og undirskálarnar bíða þess að þú stígir á þennan disk. Högni Hinriks fannst sem hér væri ekki allt með felldu og svo rann upp fyrir honum að nú átt að borða hann. Afsakið, ég verð að fara, ég man það núna, ég glemdi að stöðva vekjaraklökkuna mína. Og hann tók til fótann og hljóp eins hratt og hann gat. Til allrar hamingju fyrir Högni Hinriks eru litlir kettir fljótar að hlaupa en tómatar og aðra matvörur. Hann hljóp fram hjá brjóssykurstrjánum, svaladrykkjagósbrununum og sykurkvoðublómunum þangað til hann kom að kletti. Hann sá matarverurnar nálgast óðfluga. Svo greip hann fyrir nefið, lokaði augunum og stökk beint út í tómið. Leið og hann rapaði, hugsaði hann öll þau skipti þegar hann hafði borðað yfir sig og skyndilega lenti hann með þungum dynk. Í fyrstu þorði hann ekki opna augun og ótta við að hann væri enn í Mallalandi. En svo opnaði hann annað augað varlega og sá að hann var heima. Hann hafði bara dottið niður úr ruggustólnum. Hugsaði Högni Hinriks. Það var það bara vondur draumur. Og mikið létt honum. Að hugsa sér matvörur ráðast á mig en svo vitleysa, hugsaði hann svo með sér hann opnaði ísskápinn til að leita sér að aukabita. En þegar hann opnaði hurðina, það dós af kattamat á tána honum. Hann hrasaði og í sömu andrá fletti maturinn út úr ísskápnum, sulta, eggjamjólk, krydd, sósu, mjólk og edik. Ég hef alltaf haft mikið dálæti á mat, svo hversu hvað skildi maturinn ekki hafa dálæti á mér, hugsaði Högni Hinriks með sér. En þetta var of heimspekilegt vandamál fyrir lítinn kött sem var auk þess með eyrum full af ávaxtamauki.